Ok, ég ætla að byrja líka bara að tímasetja þetta svo við förum ekki yfir Já, 15 mínútur. Snillt. Og svo bara spurning hver vil ég byrja að tjá sig eitthvað af þessu. Heyrðu, þetta var bara glæsilega gert hjá öllum. Ég man alltaf þegar við byrjuðum, þetta var í kirkjunni og þá, þá var það ekki Anna, Anna sem var bent á smart aðferðina. Gæti verið. Mhm. Og við bara, okkur fannst það svo sniðugt að við bara fórum strax í það. Komast að því að þetta er alveg 40 ára gömul aðferð held ég og bara ótrúlega spennandi og nýttist vel í þessu verkefni. Já. Mér finnst það, já. Sorry Diljá, hvað segirðu? Nei, bara ég ef maður tekur líka bara, ef ég tek þessar spurningar sem að eru inn í verkefnilýsingunni, þá mér finnst þeim eitt svona gott verkefni sem að ég held að hafa verið alveg hjá báðum hópunum að að það bara tengist efninu mjög vel, því sem við erum að læra og að maður læri þá ennþá betur námsefnið með því að vinna verkefnið og skilji það þá svona betur. Ég er sammála Já. því. Já, við gerðum kannski svipað einmitt þegar við vorum að ákveða efni, við vorum svolítið óvissar í byrjun en í rauninni bara þegar við komum niður á þetta álag og streitu þá einhvern veginn kveikti það bara hjá okkur öllum. Það var eitthvað sem að við tengdum við og gætum séð fram á að búa til gott verkefni og þannig það var fljótt að koma hjá okkur. Að þetta var eitthvað sem við höfum allar áhuga á og gáðum tengt við. Það var þessum sem við veldum kannski þetta efni. Mér fannst við líka bara ótrúlega fljótar að ákveða okkur og vorum bara nokkuð samstiga. Mér fannst það líka svolítið gott. Já, þetta var svona einhvern veginn fullkomið flæði sem að mér fannst svolítið spretta úr allavega fyrir mig út úr álaginu og streitunni í bara námi sem við erum í. Vorum hann í kirkjunni og einhvern veginn hendin í næsta verkefni. Þannig að mér var svolítið fallegt hvernig þetta svona kom að sjálfu sér. Já, það var strax með góð tenging við efnið og svona uppskiptingin á milli okkar gekk bara mjög vel. Mér finnst með svona hópverkefni samt alltaf svolítið áskorun að stilla saman strengi. Og með þetta verkefni fannst mér svo frábært að við vorum bara sett saman strax í tímanum. Að við höfðum, grundvöll til þess að hittast og tala saman áður en við svo einhvern veginn fórum bara öll í sitt hvort hornið að vinna, sko. Þannig að það er svo frábært í þessu að við vorum bara okkur var gefin þessi vettvangur að hittast og leggja línur. Það gerði allt miklu svona meira flæðandi, auðveldara. Ég er alveg sammála því að sem nemandi að það er rosalega gott að þannig sé að kennari svona taki þessa ákvörðun bara ok, nú fáið þið 10 mínútur til að byrja þetta verkefni og svo haldið þið áfram. Eins og að við Jónin erum saman í öðru verkefni í okkar vettvangsnámi eða þannig. Þar sem við erum búin að vita í einhverjar 4 vikur að við hefum að skila verkefni sunnudaginn og við vorum að byrja mánudaginn. Af því það var ekki búið að koma okkur svona af stað. Já, það skiptir máli. Það gerir það og bara... Það er þessi fyrsta skref sem tekur svo langan tíma. Já, einmitt. Mér finnst líka... Já, getur bara bætt hópaverkefni svakalega mikið. Mér finnst líka frábært að bara staðnemar séu með okkur fjarnum í þessari Zoom vegferð svona einu sinni. Þetta er okkar raunveruleiki. Það er svolítið áskorun, sko. Já, algjörlega. Samt kemur það mér á óvart að því ég er ekki tæknitröll neitt, sko, en ég finn miklu meiri ró bara við tölvuna heima og það er ekki allt áreitið sko í tímanum. Það kemur á óvart hvað það henta mér í raun og veru miklu betur. Ég er svo mikið fyrir einhvern veginn, hei, við þurfum að hittast með líkamannum. Þannig að það er eitthvað að gerast hér sem ég átti ekki von á. Að mér finnst ég tengst ykkur þó að ég sé bara að tala við tölvuna. Við fjarnemar vorum búin að upplifa líka heitt að við mættum á staðinn. Þannig að þau svona náum að þú fatta svona, já, ok, af því
þegar við mættum á staðinn, ég sett náttúrulega pingu litlu stofu og bara hætti fólki og ég bara, Já, bara, ég er búin að vera í tími með einhverjum sko 20 manns á Zoom. Það er fyrir fólk sem ég þekki. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega gott að fá smá ró frá látunum í tíma einhvern veginn, af því að við erum svo mörg. Já. En svo finnst mér það reynda líka rosa gaman að koma í tíma. Já, Mér finnst líka mjög gott einmitt að þetta væri þetta hérna verkefni lífsleikni. Ég hafði ekkert hugsað svo mikið um það áður hvað það væri, þú veist þetta orð, lífsleikni, en það hentar vel fyrir kennslu, held ég. já, þetta er svo Já, opið. já, og hópavinnu einmitt líka. Það er eitthvað sem að á við í dag, sérstaklega. Já. Algjörlega. Og ég held þessi líka því að núna erum við, þú veist, úr alls konar faggreina, þú veist, undirflokkum með þannig að lífsleikni er náttúrulega held ég eitthvað sem að sko allir kennarar þurfa að hafa einhverja svona smá svona grundvöll í, bara af því að þú veist af því að við erum alltaf að fara að díla við einstaklinga og nemendur og það kemur alls konar upp á og þóttu við séum ekki endilega að mennta okkur í að kenna lífsleikni að þá þurfum við kannski að setja niður og bara ok, nú ætlum við aðeins að anda okkur í gegnum þetta eða ok, nú þurfum við að setja smá með sem að make sense. Það sem að hafa gott mitt bara, já, í kennaramenntun að hafa smá svona á smá grunn. Já, Algjörlega. Mér fannst líka gott í þessu verkefni að þetta var lífsleikni sem við vorum að fást við. Já. Af því að það, ég veit ekki, það er eins og sé að mér finnst að henda í svona tölvu umhverfi. já, algjörlega. Já. Það er mjög góða punktur. en það er líka rosa gott inn í stofu og og þá getur maður líka tekið bara svona, þú veist, hópeflisleiki eða bara jafnvel farið í slökun eða þú veist, þegar lætin er orðin of mikill. Mér fannst einmitt sko, ef við hefðum verið með þess okkar kennslu í kennslustofu í rauntíma, raunheimum, mér fannst einhvern veginn þögnin svo áberandi í tölvunni. Já. Hún kom mér svolítið óvart. Ég hafði einhvern veginn ekki, þú veist, sett það inn á bak við eyrað að hún gæti alveg svona yfirþyrmandi í tölvunni, en hún hefði kannski ekki verið svona yfirþyrmandi ef við hefðum verið í raunheimum. Áhugaverður punktur. Já. Það kom mér rosa mikið á óvart og þess vegna fór ég ekki á blaðra því ég hugsaði bara ég myndi bara að labba millega núna ef það er einhver svona hreyfing og þá er einhver ekki eins yfirþyrmandi af því maður getur sig og maður bara svona í allinu bara svona, já, við erum bara að fara að horfa hérna á þau með höfuð niðri og maður náttúrulega fer þá bara stöðugt að rýna, þú veist. En það getur einmitt líka verið gott fyrir einbeitinguna að hafa þess að þögn bara alveg og geta bara einbeitt alveg að verkefninu. Ég ætlaði að spyrja ykkur, hvernig fannst ykkur einmitt að teikna einmitt svona í þessari þögn og einmitt var það truflandi og hversu truflandi þegar ég fór að blaðra? Mér fannst það bara fínt, sko, það truflaði mig ekki neitt og bara þögnin ekki heldur, þú veist. Nei, ég segi það sama, þetta var bara fínt að fá næðið og einmitt og þögnin góð meiri kannski heldur en í bekk þótt allir sé með þögn. Já, einmitt. Maður fær svona meiri bara tíma fyrir sig. Það kom mér á óvart hvað ég einhvern veginn svona sökk inn í teikninguna. Já, ég líka. Að það var einhvern veginn ekki svona eins og bara að ég ætla að klára þetta verkefni og svo er ég búinn og já, þetta var það bara einhvern veginn, tími var algjörlega afstæður. Ég hefði alveg þessna vilja vera leikur í þessu. Það var svo skemmtilegt. Ég nefnilega fekk bakdanga þegar ég fór að skrifa og ég bara eitthvað, ok, gott að þau eru eitthvað að blaðra núna eins og ég var að blaðra á það var ég að trufla þau ógeðslega mikið. Svo held ég líka að, þú veist, þegar maður er að kenna og það kemur svona þögn og þá er maður kannski sjálfur pínu stressaður en ég held að sé bara allir þannig í kringum mann. Maður er ekki að hættu við þögnina. Nei, alls ekki.
En bara svona með svona hópverkefni líka, þá finnst mér svo áhugavert að vera búin að koma einhverju frá sér og vera svo að rýna aðra og maður er í rauninni líka að rýna sitt í leiðinni eins og það fyrir talaði daginn. Að það er bara, það er svona tvískipt tvílega. Já, rauninni þegar maður með að gera jafningamæti þá maður segja samhliða hugsa hvernig gerir ég þetta eða hvernig á ég að gera þetta eins og þegar við vorum með ykkur. Þá fór maður í hausnum yfir það sem við vorum að fara að gera. Og þannig að það er heilmikil umhugsun í því. Það er það sko. Og endurspeglun svona. Já, og lærdómur bara þó að maður hefur stundum farið í gegnum jafningjamat með krökkum og maður upplifir það stundum sjálfur, ég veist pumpa þetta. En þetta er bara hellingslærdómur. Það er svo mikil ígrundun fólkin í þessu. Svo er líka bara gott að fá, þú veist, eitthvað feedback, þótt að sé ekki allt eitthvað, það er ekki alltaf allt frábært, en maður læri líka á því að þetta hefði getað farið svona eða svona, það er sniðið að gera svona eða eitthvað. Þannig að meina. Leyfa sér að vera í þessu lærdómsferli sem þetta náttúrulega að taka á móti endurgjöfinni. Já, og líka sjá þessu hlutina bara við öðrum hliðum, maður sér þetta kannski bara einn átt, en svo kemur í sjónarhorn sem er svo gott. Mér fannst svo gott í okkar hópasamstarfi að ég á það til að vilja vera mjög svona, eða ég á það til, ég er mjög skipulögð og þegar kemur að einhverjum verkefnum þá get ég verið mjög svona bara þetta er bara svona og svo gerum við númer 1, 2 og 3 og þá er allt bara komið og við þurfum að bara segja það og þá er þetta allt í flæði. En mér var svo gott í þessu verkefni að ég vandaði mig sérstaklega, það tókst ekki alltaf, en ég vandaði mig sérstaklega að vera einhvern veginn ekki að koma með eitthvað eigum við ekki að gera þetta svona. Og mér var svo gaman að fylgjast með því hvernig þá bara byrjaði eitthvað flæði, til dæmis í hvaða röð við myndum tala og mér fannst það í raun og veru sko eftir á að hyggja miklu betra, mér fannst það miklu náttúrulegra og eðlilegra og fallegra heldur en ef ég hafði farið í minn venjulega skipulega skýr. Þannig að svona persónlega það var þetta rosa góð æfing í að vera ekki að stjórna. Já, einmitt. Þessi samvinna og svona leyfa hinum líka. Það er náttúrulega, maður þarf líka að læra það, maður þarf ekki að gera allt sjálfur. Já, og mér fannst líka svolítið gott að náttúrulega verkefnið okkar fjallar að það er engin sko aðferð sem að maður getur sagt öðrum að nota, það verður hver og einn að finna sína eigin aðferð og mér var svolítið gott í verkefninu að við sko heiðruðum það, við vorum með sko mismunandi framsetningu, ekki þú veist, einn glærupakka heldur bara, við erum hérna hver og einn. Mér fannst það mjög dásamlegt. Af því að mínu ferkantaða haus hefði ég alltaf farið í þetta á að eiga að vera samræmdar glærur. Við erum að höfna saman. Þannig að mér finnst þetta rosa gott verkefni svona persónulega bara að það eru svo mörg sjónarhorn og þau hafa öll eitthvað fram að færa. Já, og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Já. Ég held að þetta sé bara komið gott sko á þessum matsfundi. Það má hægt að taka upp allavega en ég held að við þurfum að tala aðeins saman bara skilin. Já.